Góðu fundargestir, í því stutta erindi sem ég flyt hér í dag og ber heitið samstarf notenda og framleiðenda við þróun, notkun, vöru og þjónustu mun ég leitast við að gera í stuttu máli hvað felst í hugtakinu markaðsþróun á vettvangi, sem íslenska heitið á hugmyndafræði Living Lab og hvernig Living Lab aðferðafræðin nýtist atvinnugreinum og samfélagi. Markaðsþróun á vettvangi eða Living Lab aðferð við að auka samvinnu, viðskiptavina og fyrirtækja nýsköpun. Nýsköpun ein af mikilvægustu uppsprettu hagvaxtar og myndun hálaunastarfa sem undirstaða verðmætasköpun hverrar þjóðar eins og við heyrt hér í dag, en jafnframt eitt af erfiða viðfangsefnum okkar tíma. Það ekki nægilegt að hvetja til nýsköpunar. Það þarf einnig að skapa viðeigandi aðstæður. Mikilvægur hluti nýsköpunar felst í að draga fram nýjar hugmyndir og þekkingu og jarðvegi háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja, en ekki síst að skilja þarfir neytenda. Þess vegna þarf að sameina krafta þessara aðila með því að koma samstarfi milli atvinnulífs, háskóla og neytenda. Eðli nýsköpunar að breytast. Aukin alheimsvæðing sem leiddir áfram af upplýsinga- og samskiptatækni hefur breytt virðiskeðju nýsköpunar þar sem neytendur skipstjórarnir. Fyrirtæki geta ekki lengur reitt sig á rekstrarskilvirkni eða tækni yfirburði til þess að skapa samkeppnisforskot. Fyrirtækjum í dag lífsnauðsynlegt að finna leiðir til að greina og deila þeirri sérstöku þekkingu sem þau búa yfir meðal neytenda. Markaðsþróun á vettvangi, eða Living Lab, mikilvægt tæki til að mæta þessari þörf. Hún ferli þar sem leitast við að koma lifandi samstarfi og sambandi við neytendur meðan að vöruþróunarferlinu stendur. Living Lab lausnadrifin aðferð sem byggir á að frumgerðir metnar af neytendum og prófaði við raun aðstæður. Uppistaða í starfsemi Living Lab sá kjarni sem skapaður í kringum háþróaða tækni, sérfræðinga, neytendur, fyrirtæki og aðferðir. Þetta svo sem engin ný hugmyndafræði, en það sem nýtt að neytandinn ekki lengur viðfang á rannsóknastofu, heldur verið að skoða þarfir hans á vettvangi og koma á tengslanetti milli neytenda, fyrirtækja, sérfræðinga og háskóla. Þátttaka í tengslanetti Living Lab skapar ný atvinnutækifæri. Aðferðafræði Living Lab getur haft áhrif á umhverfi okkar með það markmiði að finna leiðir til að mæta þörfum framtíðarinnar með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi. Hér mikil tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki, þar sem áhersla á vistvænar vörur og þjónustu orðin krafa alþjóðastofnana. Íslensk fyrirtæki geta orðið leiðandi á þessu sviði þar sem mikil þekking liggur hjá sérfræðingum, háskólum og fyrirtækjum hérlendis meðal annars á sviði vistvænnar orku. Til dæmis á þessu sviði geta íslensk fyrirtæki boðið erlendum fyrirtækjum og sérfræðingum upp í dans. Rannsóknir sýna að fyrirtæki leiðir nær alltaf til aukinna framleiðni í starfsemi þeirra. Við vitum einnig að svo þekking sem fyrirtæki þarfnast í starfsemi sinni ekki alltaf til innanhús. Einnig að fyrirtæki dagsins í dag þurfa að leita allra leiða til að hraða ferlinu frá hugmynd að markaði. Samstarf fyrirtækja getur skipt hér sköpum. Sem dæmi árangursríkt og náið samstarf fyrirtækja langar með að nefna fyrirtæki Procter & Gamble sem á í nánu samstarfi við gríðarlegan fjölda lítilla fyrirtæki vöruþróun og eins og fram kemur hér á myndinni þá 70% af framleiðsluvörum Procter & Gamble uppfinning lítilla fyrirtækja sem þeir eiga í samstarfi við. Við þekkjum einnig að mikilvægustu nýjungar í læknavísindum hafa orðið til hjá læknum en ekki fyrirtækjum sem framleiða tæki fyrir heilbrigðisgeirann, svo sem hjarta- og lúnavélar. Einnig geti nefnt ýmsa nýstárlega matvælaflokka, svo sem sport- og orkudrykki, sem hafa stærstum hluta verið þróuð af íþróttamönnum. Á Íslandi nokkur fyrirtæki sem við getum sagt að séu leiðandi fyrirtæki á sínu sviði, jafnvel alþjóðamarkaði. Sú þekking og reynsla sem búið að byggja upp innan þessara fyrirtækja mikil verðmæti.
Flest þessara fyrirtækja hafa eigin rannsókn og þróunaraðstöðu sem líklegt að neytandinn sé miðlægur. Þrátt fyrir fyrrgreinda staðhæfingar kann sú þörf að vera fyrir hendi að í þessum fyrirtækjum skorti það sem ég kalla tilraunavettvangur þar sem óhlutdrægt mat lagt á tækni og þjónustu þeirra svo og notkunarmöguleika þeirra vöru sem þau bjóða í víðara samhengi. Með þátttöku í skipulögðu tengslanetti verður til grundvöllur samvinnu á sviði nýsköpunar sem skapa ákveðna undirstöðu þar sem fyrirtæki, yfirvöld og borgara geta unnið saman að þróun og prófun nýrra tækni og þjónustu á vettvangi. Að vera hluti af stóru tengslanetti sem hefur aðgang að áratuga reynslu annarra fyrirtæki og sérfræðinga á öllum Norðurlöndum og víðar getur leitt til verulegra samlegðara áhrifa í rannsókn og þróun og auki verðmæti og skapað ný fyrirtæki. Árið 2010 hóf Nýsköpunarmiðstöð Íslands þátttöku í nýju verkefni á sviði orkusparnaðar sem ber heitið Smart Individual Energy Saving eða Smarties sem Nýsköpunarmiðstöðin leiðir í dag. Áætlað að þessu verkefni ljúki árið 2012. Að þessu verkefni koma fyrirtæki, sérfræðingar og háskóla á Norðurlöndum og leiða þar saman þekkingu sína á sviði orkusparnaðar. Meginmarkmið Smarties verkefnisins að finna orkusparandi tækni. Einn liður í verkefni að kanna orkunótku neytenda og fá þá til samstarfs í að finna leiðir og koma hugmyndir að orkusparnaði. Þátttaka neytenda í samstarfi háskóla, fyrirtækja og sérfræðinga þar sem núverandi þekking á sviði orkusparandi tækni prófuð og viðbrögð fengið frá neytendur varðandi nýjar og betri lausnir. Slík samvinna leiðir ekki bara til nýrra og betri lausni, heldur opnast vonandi einnig veruleg markaðstækifæri á erlendum mörkum fyrir þá tækni. Á heimasíðu Living Lab að finna aðgengilegar upplýsingar fyrir fyrirtæki og háskóla sem vilja nýta sér aðferðafræði Living Lab og komast í tengsl við færustu sérfræðinga á sviði sem verið að keppa á hverju sinni. Mannskepnan eðli sínu skapandi og við erum öll hluti af þessari jörð. Ef við viljum viðhalda þeim lífsskilyrðum sem við lifum við í dag verðum við að huga að því hvernig við göngum auðlindir okkar og hugum neyslu okkar í framtíðinni. Við þurfum að finna nýja leiðir í því hvernig við ætlum að brauðfæða íbúa þessara plánetu. Sú staðreynd ein og sér kallar að mínu mati á að fyrirtæki og neytendur færi sig frá því sem við köllum lokað kerfi nýsköpunar og takin verkfæri og hugafar opinni nýsköpunar og nánara samstarf. Takk fyrir. Takk fyrir þetta kærlega, Anna María, og við ætlum að fara núna inn í svona kannski nánari útfærslur á hugmyndum og kynnast fleiri svona, getum við sagt, konkrét hugmyndum sem í gangi og svo sem ætlar að leiða það Sigríður Ingvarsdóttir sem framkvæmdastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Gjörðu svo vel, Sigríður.